Morgunverðarfundir Advania. Þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða. Kæra þakkir fyrir að bjóða okkur hingað, Advania. Ég heiti Bjarki, kem frá Center, Traustið hérna, við ætlum að skipta svo á milli okkar og ætlum að byrja á því að segja ykkur aðeins bara í örstuttu máli af hverju skrifum við þessa skýrslu Costco. Við erum 7 ára gamalt fyrirtæki, byrjuðum sem hugbúnaðarfyrirtæki og skrifum hugbúnað sem mörg fyrirtæki í dag er að nota í beinni markaðssetningu hjá okkur. Eftir að hafa spjallað við fullt af fyrirtækjum á síðasta ári, þá fórum við að komast að því að fyrirtækin voru svolítið svona værukær á okkar mati með komu Costco til landsins og við fórum að spjalla við viðskiptavini okkar sem eru mörgur stærstu fyrirtæki landsins og þá kom þetta hugafar svolítið í ljós. Þannig að við sem svona sannir Íslendingar fórum bara beint út úr bóksun okkar og hringdum í Costco og spurðum það hvort við mættum koma í heimsókn og úr var þessi skýrsla sem við skrifum í sumar. Það var mjög áhugavert og við lærðum mjög mikið þar. Við erum líka með svona ákveðna tilgátu sem okkur langar til að spjalla við ykkur í lok hérna. Við ætlum að fara að sýna ykkur hérna einhverja myndir og svo tekur Traustið við og klára svona hérna Costco kynninguna sjálfa. En þetta er svona upprunnin þessara skýrslu, af hverju við gerðum þetta. Og ég tek undir það sem kom fram hérna á síðasta ræðumanni, það eru gríðarleg tækifæri fyrir alla sem eru í íslensku kaupmennsku. Það er bara að finna þau og nýta raunverulega þau gögn sem ykkur stendur til boða. Og það er kannski svona ákveðin tækifæri sem við sjáum sem ráðgjafafyrirtæki, að íslenskir kaupmenn eru ekki að nota gögnin sín nægilega vel. Og það má eiginlega segja það, við vorum að spjalla mannfræðing daginn og hann var að segja okkur frá því að sko, ef við förum 1000 ára aftur í tíman, hvert er DNA-ið í Íslendingum? Þetta snerist raunverulega bara að lifa af apríl. Það var bara sem þetta snýst Við hugsum svo stutt fram í tíman að það er enginn að hugsa næsta ár eða það næsta ár. Og þar er kannski svona stærsta vandamál í íslensku viðskiptalífi, vil ég meina, hvað við hugsum stutt fram á hérna veginn. Því að það munu alltaf, breytingar eru algjörlega óumflýjanlegar. Það mun alltaf koma einhver og reyna að taka viðskiptavinina ykkar. Og við köllum þetta svona sundrandi afl eða svona disruptive force og ég ætla að sýna ykkur nokkuð dæmi núna þessa svona disruptive force þar sem að einhver er að koma og taka eitthvað. Og okkar besta ráð til ykkar, og við fjallaðum aðeins það í lokin eftir, er að eignast viðskiptavinin og við sjáum þetta hugafar allt og sjaldan. Það er allt og fá fyrirtæki í Íslandi sem eru raunverulega að reyna að eignast sína viðskiptavini. Sýna ykkur hérna nokkuð dæmi. Ég ætla að byrja á þessum hérna gæi hérna. Endilega lesið þennan texta hérna. Þetta er Jeff Bezos, fyrir þá sem ekki vita hver hann er. Hann er hérna er hann í viðtali við 60 Minutes 2014 og blaðamarinn spyr hann í 60 Minutes og hver er svo framtíð Amazon? Og hann svarar strax, já við fyrir bara á hausinn einn daginn. Og what? Bara við fyrir bara á hausinn? Já, og svo segir hann þetta. Flest fyrirtæki, öll fyrirtæki sem eru mikilvæg á einhverju tíma býðið í nokkra áratugi og þau eru farin, búin. Og þetta er óumflýjanlegt. Þetta bara gerist fyrir öll vörumerki og öll fyrirtæki. Við höfum líka verið svo heppin að vera að vinna fyrir fullt af fyrirtæki sem eru í endurmenntun á Íslandi og það kemur mjög sorgleg staðreynd í ljós. Við erum ásvöldlega flott og menntuð þjóð, við klárum háskólanám 24-25 ára, svo förum við út í atvinnulífið, en svo gerist mjög lítið eftir það. Við erum ekki nógu duglega að mennta okkur, hver mennsta degi til að takast á þessar breytingar sem að koma. Og bara í gær í viðtali á Bylgjunni var að tala um að á næstu 5 árum verða meiri breytingar heldur en síðustu 20. Þetta mun gera svo rosalega hratt með gervigreindinni og allt sem að koma yfir okkur. Þannig að við verðum að vera tilbúin og vera duglegri að mennta okkur. Því þetta er óumflýjanlegt. Það sem Jeff Bezos er raunverulega að tala með þessi mynd fyrir þá sem ekki er að tengja þetta. Öll fyrirtæki fara upp og svo bara deyja þau. Þetta er bara sem gerist. Og við trúum því að við getum seinkað þessari hnignun á öllum vörumerkjum, öllum fyrirtækjum með því að færa viðskiptavinin nær ykkur. Og það sem við höfum rannsakað og það sem við höfum komið í ljós síðustu 4-5 árum er að það eru ótrúlega fá fyrirtæki í Íslandi sem eru með viðskiptavinin mjög nálægt sér. Við erum öll með einhverja millilið á milli. Og þetta þekkjum við mjög vel. Þannig að þetta sem spyrjum við, hvar eru ykkar vörur á þessari línu? Hvar eru ykkar vörumerki? Hvar eru ykkar fyrirtæki? Sjáu þið. Intel segir upp 12.000. Hlutabréfið Twitter er aldrei lægri. Air Berlin segir upp. Kmart dregur saman seglin.
Deutsche í vandræðum. Þetta bara gerist beint fyrir framan okkur. Við bara tökum ekki eftir þessu, bara af því að við horfum svo stutt fram í tíman. Hvað að gerast hér? Öll fyrirtæki fara. Það tók 70 ár fyrir þetta góða fyrirtæki að fara. Það tók 100 ár fyrir þetta fyrirtæki að fara. Og fyrir þá sem eru svona svipum aldur og ég, hvar pöntum við okkur pítsu í gamla daga? Hver er mann til pítsu smiðjunni? Munið til því, upp í Smiðjuvegi. Hér er dæmi svona disruptive force, svona sundrandi afl, einhver aðili sem kemur inn á markaðinn, gerir þetta betur og tekur bara viðskiptavínuna. Og hver er það? Champion. Þannig að Trausti ætlar að taka núna við og keyra áfram í Costco-skýrsluna. Þetta var svona smá hugvöggja bara, vonandi var þetta ekki óneikvætt. Já, þá fæ ég að taka við. Takk fyrir þetta, Bergi. Það er ég á Trausti hjá Sentir líka. Við ákveðum að skipta svona milli, svona þetta eins og í Eurovision. Við skiptum nýja fatnað til að halda ykkur vakandi. Það ætla að gera þetta skömmum tíma og nú ætla ég að fjalla Costco á örskömmum tíma. Þetta var skýrslan er 100 blaðsíður, þannig að það er nóg að taka þar, en við erum að taka svona það helsta. Þetta er dæmi fyrirtæki sem eru í viðskipti við okkur og eins og Bjarki kom inn á áðan að þessi fyrirtæki voru mikið að tala hvað gerist þegar Costco kemur? Og fólk talaði já, það gerist ekkert, eða þá, ég fer bara á hausinn. Þannig að við vorum mikið búin að pæla í þessu og hugsaðum bara við verðum eiginlega að fara bara á staðinn í stað þess að skoða eitthvað á netinu og slíkt. Og við líka hugsaum þetta fyrst og fremst fyrir viðskiptavini okkar og íslensk fyrirtæki til að geta bara sýnt þeim og þeir geta bara svona óbeint farið svona með okkur óbeint í svona ferðalag hvað Costco er að gera og hver hugsanlega áhrifin gætu verið. Þannig að bara svona til samanburðar, veltan hjá Costco. Þetta eru 14.000 milljarðar íslenska króna árið 2015. Og þið sjáu hérna minnisúluna, þetta er heildarveltan á Íslandi, smásöluverslun á Íslandi. Þetta er 3% sem smásalan á Íslandi er að velta samanborið við Costco. Þannig að, og þetta er líka næst stærsti smásali í heimi og stærsti er Walmart. Þannig að gott sem við hafa í huga líka þegar tekjumódel er allt öðruvísi en við séð. Það er að segja, ég veit ekki neitt fyrirtækina heima sem lítur á hagnaðarmódeli sitt sem, við ætlum að láta fólk kaupa kort til að geta komið inn í verslunum okkar og verslað. Þannig að það verður mjög gaman að vita hvernig Íslendingar munu taka þessu. Við erum tilbúin til að kaupa kort á 7.9 eða 9.9 árgjald bara fyrir það eitt að fara að versla. Þeir eru opnað 21 nýjan sölustað árið 2016 og þeir eru með 700 verslanir allan heim. Hver verslun er cirka svona 14.000 fermetrar og til samanburðar, ég lýg því, það er 20.000 fermetrar og til samanburðar IKEA einhæð það hjá þeim hérna á Íslandi það er 14.000 fermetrar. Þeir eru að standa sig mjög vel virðist vera samkvæmt gögnum í starfsmannamálum sem dæmi og mælast með ánægsta starfsfólkið og þeir eru líka í greiningu sem við sáum með hæstu launin. Þannig að það verður gaman að vita hvernig það verður hérna heima. Og sum fyrirtæki segja að gangi vel að finna starfsfólk hérna núna. En það áttur að koma í ljós. Hérna sjáum við svona yfirlitsmynd verslanir hjá Costco. Og þeir eru allan heim og það er gaman að sjá, kíkjum á hérna Skandinavíu, það er engin verslun. Og margir spyrja sig, á hverju Ísland? Og hugmyndafræðin er svo að Ísland sé svona fyrsta landið á Norðurlandi til að kanna hvernig gengur. Og það er gott að þeim tækist vel í því. Og síðan í hugmyndafræðin hefum við heyrt að fara víðar inn á skandinavíska markaðinn. Costco er fyrst og fremst vöruhúsaklúbbur. Það er svona þeirra heiti og vöruhúsaklúbbur almennt, það er gott að svona átt að sjá því hvernig það fyrir bara er. Og eitt af því er að keppa í verði og selji miklu magni. Þannig að þetta klassíska, þú kaupir ekki eina gúrku þarna. Heldur eru gúrkuna saman, það eru 3 samtals. Þannig að það eru spurning líka hvernig Íslendingar þurfa að kaupa svona mikið magn. Vöruhúsaklúbbur almennt hafa verið 10-föld söluaukning allt frá árinu 1992 til 2013. Þannig að þetta módel virðist vera að virka allan heim. Þrátt fyrir að það sé mikil samkeppni fyrir á ýmsum löndum.
Í þeim rannsóknum sem við sáum bæði til dæmis í Bretlandi og Bandaríkjunum þá verðið 30% lægra en gengur að gerist í stórmörkuðum. En á móti kemur, það einfaldara vöruúrval, það ekki eins margar vörutegundir. Við ætlaði að kaupa tómatsósu í Costco, það bara til ein tegund, það Hunts. Það var þetta bara einfalt. Og ég veit ekki hvort ég sjá þetta nógu vel en eins og við erum að tala áðan, þú ætti að kaupa kort til að versla þarna. Og hér bara svona dæmi hvað kortin kosta og til dæmis kort fyrir einstaklinga á 6.700, þá þetta með þetta við gengi dollar eins og 123 krónur. Þessi greining var fyrir nokkuð síðan og gengi náttúrulega búin að styrkjast þetta heima. En það sem þeir gera að þeir reyna að fá þau til að kaupa svona executive kort. Þá fyrir að safna punktum. Og þeir sem eru með þannig kort að velta mjög meiri upphæðum og geta nota þá innegnina eða kaupa sér bensín eða eitthvað annað hjá Costco. Og síðan líka mjög mikilvægt að hafa huga, það þessi fyrirtækjakort. Til dæmis þegar fóru til Bretlands, þá voru mjög hissa á því að það var svo mikið salaði gegn fyrirtæki. Þá voru alltaf fyrirtækin farin að kaupa þarna, það voru hagstæðara að kaupa í Costco heldur en hjá heildsölum. Þeir eru líka með sitt eigi vörumerki sem heitir Kirkland Signature. Og það nemur svona 1/4 allir sölu hjá þeim. Til dæmis bensíni sem eru með, það undir þessu vörumerki. Þeir segja þessi hágæðavörumerki og það gott líka að hafa það í huga að þeir eru bara með hágæðavörumerki. Þú veit ekki að það sem við vorum mjög hissa að sjá þegar við fórum inn í Costco og við heldum að þetta væri svona meira first price, euro price, þannig vörur. En þetta bara hágæðavörur. Við ætlum að kaupa tölvu, það var Hewlett Packard, HP, það Apple og svo framvegis, Sony. Þannig að þetta allt vörumerki sem við þekkjum og standa fyrir gæði. Framleiðin herja á Kirkland Signature vörunum. Vöruúrvalið, eins og ég var komið inn á þann, það aðeins minna en gerist á venjulegum verslunum. Það 3700 vörunúmer. En þeir reyna að hafa bara bestu vörunar og birgðarhraðinn hjá þeim það mikill að þeir eru búin að kaupa vöru að byrgja, þá eru búin að ná að selja vöruna áður en kemur að greiðslu. Þannig að viðskipturinn að borga í rauninni fyrir vörunar áður en fyrirtæki sjálft þarf að greiða. Og þetta náttúrulega breytilegt ástöðum að vöruna fara alveg upp í 12.000 vörutegundir fyrir sumar og haust og vetur og svo framvegis. Þannig að það eru mun meiri vörutegundir þegar kemur að slíku. Þegar við vorum að fara í maí, þá voru kannski keypt kajakinn, kannski keypt gufubæðið, þannig að það svona ýmislegt annað sem maður ekki séð áður. Þeir eru með hæstu sölu á hvern fermetri samanborið við samkeppnisaðila þeirra. Þannig að þeir eru að gera eitthvað rétt. Og það sem svona, mér varst að vera markverðast við Costco að þeir eru með svo margar vörur. Vöruúrvalið svo mikið. Og það eiginlega einfaldara að spyrja hvaða vörur Costco ekki að bjóða. Til dæmis næststærsta bílasala í Bandaríkjunum. Það Costco. Og þeir fara svo langt þeir að selja, ég held að skrýtnast sem hafa selt, það var kistur fyrir jarðarfarir. Þannig að þeir gera ýmislegt. En þeir sjáu allar þessar vörur sem að fara í samkeppni við. Það bensínið, það dekkið, og það bara ein tegund af dekkjum, það bara Michelin. Og þú verður að kaupa 4 dekk, þú kaupir ekki bara 3 fyrir bílinn. Og þarna þetta með skó, skakkripi, garðvörur, heimilistæki, húsgögn, verkfæri og svo framvegis. Og það sem kom fram í rannsóknum hjá okkur að það jafnmiklar líkur að karlmenn og konur vilja versla hana. Þetta svona þannig að hjónin fara saman og karlinn segir, ég verð hægra megin hjá græjunum og verkfærunum, þú verð hinum með vinstra megin og við sjáumst eftir 2 tíma. Þannig að það svona margt nýtt í þessu. Smá verðdæmi hérna, gott að hafa í huga áður en ég fyrir að tala verðin að það svona smálætra texti hérna niðri sem segir að við erum ekki búin að taka tillit til þátta eins og flutningsgjalda, tolla og skatts. Þannig að við ákveðum svona aðeins að við viljum ekki alveg vera að hengja okkur á því. En bara sem dæmi hérna, þú getur keypt Wrigley's tyggjó, 30 pakningar og þetta ca. 36 krónur stykki. Ef ég hringi núna í heildsala hérna sem með umboð fyrir þessa vöru, þá pakkinn ca. á svona 70 til 80 krónur. Þannig að það má spyrja sig fer fyrirtæki sjálft sem að selja svona vörur í dag, kaupir hann í heildsalunum eða fer hann í Costco og verslar frekar þar. Fæðubótaefni, þetta rosalega mikið magn, það kaupir 500 stykki.
Þú kaupir þetta einu sinni og þetta fyrir duga fyrir árið. Þarna er verðið 4 krónur. Ég veit þú getur keypt þetta í bónus, þá ertu að kaupa þetta í 100 stykki og það er svona cirka á 10 krónur stykki þar. Rice Krispies, morgunkornið, þarna er pakkin á 223 krónur. En þú kaupir ekki 1 pakka, þú voru að kaupa 2 pakka í einu. Þannig að við spyrjum líka þjóðina hversu mikið geymslurými fólk ætti. Þannig að allar fólk bara að kaupa alveg heila helling og geyma þetta einhvers staðar og síðan rennur þetta út, þannig að það verður gaman að sjá hvernig það verður. Red Bull, svona klassísk vara. Ég held hún sé á ódýrustu á bónus á 190 krónur. Og síðan alltaf dýrar í öðru verslunum. Þannig að Pampersbleiur, þarna fengum við aðeins öðru sér almennt verð hjá þeim, þetta er tilboðsverð. Og þetta er það sem ég ger í markaðssetningunni. Þeir hafa svona ákveðin föst tilboð til að lokka fólki inn. Þannig að sé strax að ég fer núna að kaupa þessi vörur, þá er ég búinn að fara að spara mér áskorti, 10 skall. Ja, það var ég verðið. Og þetta verð samt er ekkert ósvipað venjulegt verð eins og hjá bónus, þannig að það er misjafnt hvernig verðmunurinn verður. En almennt séð, eins og ég var að segja áðan, þá er það 30% lægra verð erlendis. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig verðlagið verður hér. Margir að tala um, þegar Bauhaus kom, það var ekkert svona mikill verðmunur eins og talað var um. Þannig að það verður gaman að sjá. En ferðalagið þannig, ég ætla bara að sýna ykkur örfáa myndir. Við tókum 623 myndir þegar við komum í Costco. Við vorum alltaf að leita öryggisverði en við sluppum. Við vorum þarna í 10 tíma. En þarna þegar leiðu kemur inn, þá sérðu græjurnar. Og þetta er svona, þeir kalla þetta ævintýri. Þetta er svona spennandi vörur sem bara, ég verð að kaupa núna. Einhverju sér afslættið. Og síðan eftir með sem dæmi bara, þú getur keypt þér lasagna fyrir hádegið eða sushi bakkan. Þeir eru með bakari og þú getur verið með afmælistertunar. Þú getur keypt þér gólfsettið, gólfkúlunar, verkfærin, klósettið, parkettið, málningin. Keypt þér glerugu, það líka mælingu. Og þau sögðu okkur einmitt, við fórum til, þessi töluðum við hérna hjá Costco og þau sögðu okkur rosalega dýr gleri á Íslandi. Þau eru bara 3 dýrar en við erum að bjóða upp á. Þannig að það er svona dæmi einn marka bara sem það geti haft áhrif á. Og þannig fötin, gallabuxur og peysur og skyrtur út af klassíska. Og síðan líka þetta bara skartgripi. Þú getur keypt trúlónarhringinn í Costco. Ég veit ekki hversu rómatískt það er. Kona kemist það í, en þeir bjóðu upp á slíkt líka og þeir eru með, hágæða vörumerki þar, Burberry, töskur og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög fjölbreytt vöruúrval. Það er eiginlega einfaldara að svara spurningunni hvað vörur þeir bjóða ekki upp á. Þannig að þetta er svona bara brot af því sem þeir eru að bjóða upp á. Nú, viðskiptavinirnir þeirra, þeir eru að gefa fyrirtækinu 72 í einkunn af 100 mögulegum. Þetta MPS-skor er svona meðmálaskor og getur verið lægst -100 og hæst +100. Bestu fyrirtækin í heiminum eins og Apple, eBay er að fá í kringum +70. Þau voru að fá hæstu einhverjum í Bandaríkjunum núna, viðskiptavinum sínum. Meðaltali hérna á Íslandi, það er held ég í kringum -15. Þannig að þeir eru mjög mikið í svona vörukynningum, þetta klassíska eins og þau þekkjum, en þeir gera þetta daglega. Það er alltaf 5 til 6, 7 kynningar til að kanna vörunar hjá þeim og þetta virðist að virka mjög vel. Þeir eru meira svona í persónulegri sölumennsku og beinni markaðssetningu. Markhópurinn þeirra er háskólamenntaðir og tekjuhár. Margir halda því að Costco er að bjóða lágt verð að þá er þetta svona öðruvísi samsetning af markhóp en málið er að þarna eru hágæða vörumerki og þarna vill fólk versla bara á betra verði. Eins og kemur inn á markaðssetninguna þá eru mikið að senda bara svona í beinni markaðssetningu bara bréf heim til viðskiptavina og vænlegra. Og þið sjáu hérna fórsíðuna það er meira en 600 pund sparnaður. Þannig að það er svona sem við lokka mann inn. Þeir auglýsa ekki fjölmiðlum erlendis, nota frekar peningin í beina markaðssetningu og lægra verði og ég fer aðeins inn á eftir líka að þeir eru með ákveðna vörur sem kalla stoðþjónustu á svona lágmarksverði sem er sittilega saman sem ekkert álag á til að lokka fólki inn. Og þeir senda líka í tölvupósti og slíkt og bara fókusar á góð tilboð. Hérna séu svona hlutfallslega skiptingu hjá Costco fyrir árið 2015. Og
Ég vildi svona sérstaklega fókusera á hérna stoðþjónustuna sem niður til hægri. 60% af heildarsölu þeirra. Stoðþjónusta er dæmi eins og með lyfjasölu, bensín, gleraugu og þessar vörur eru hugsaðar þannig að við ætlum að hafa þá lágu verði að við fáum kúnan inn og síðan vestar hann allt hitt hjá okkur. Síðan þessi klassíska spurning og heiti fyrirlestarins, hver eru áhrif Costco á Íslandi? Það væri mjög gaman að geta sett ykkur nákvæmlega á raftækjamarkaðinu myndi allir rakka þetta og þessu markað þetta, en við getum ekki farið svo djúpt í þetta hér. Þannig ég er svona, veit alltaf pólitískur, leiðilega, og svona segi þetta klassíska, það er misjandi eftir mörkuðum. Og kannski sem ég tók dæmi inn á þann að, þú veist, til dæmis með gleraugnarmarkað, en það við teljum að það geti haft mikil áhrif. Raftækjamarkaðurinn, það hefur áhrif það líka. Og sem alltaf mikið búið að fjalla auðvitað með matvölumarkaðinn. En það er náttúrulega ákveðnar reglur hérna á Íslandi sem tengist í að þú ert að kaupa ákveðin kvóta af svona ferskri matvöru hérna heima og þá er náttúrulega erfitt að keppa eitthvað lægra verði í því. Þannig að þetta er ekki alveg svona klippt á skorið hvernig áhrifin vera. Og síðan er líka bara hvernig markhópa ert þú með og hvernig markhópur mun koma í Costco. Hvað ertu staðsettur? Þú veist, því Costco er bara einu stað á Íslandi, þeir eru bara í Garðabæ. Og ef þessi staðsettur mjög langt frá því og alfara leið, þá kannski verður fyrir minni áhrifum, hugsanlega. Síðan alltaf verðlagið. Hvert er verðið á vörunni þinni samanborið það verð sem verður í boði? Sjálf þjónustan, hún alltaf skiptir gífurlega miklu máli og kannski ástæði fyrir að þeir eru að skora svona hátt viðskiptavinir hjá Costco er líka að þeir eru með svo einfalt vöru úrval, þannig að miklu einfaldar fyrir starfsfólki að muna alla vörunar. Og síðan alltaf bara tryggð núverandi viðskiptavina. Costco er með 81 milljón viðskiptavina í dag. Þeir eru svona stærsti meðlimaklúbbur í heimi. Og ég er svona ekki að fara mikið inn á hérna en þeir eru líka með 13 milljónir fyrirtækja í viðskiptum. Þannig að fyrirtækjamarkaðurinn átt að vera, við gerum ráð fyrir að vera ansi stór hérna heima. Minni og meðalstór fyrirtæki sem kannski voru vöru að kaupa í bónus ákveðna vörur og selja hjá sér eða nota í rekstur, munu sjá ákveðna kosti að fara í Costco. Og þar með líkur svona þessum kynningu Costco, en við erum bara með miklu ítalegri skýrslu þetta og höfum bara 20 mínútur. Það ætla bara að bjóða Bjarka að hengja aftur upp og kannski aðeins að fjalla hvað er hægt að gera þegar svona bæði eins og Costco og H&M og fleiri aðrir að koma inn á markaðinn. Takk fyrir mig. Já, eins og Trausti kom inn á þá er kannski takmarka sem þetta að gera á 20 mínútum með svona stórt viðfangsefni. Við ætlum eins og að bjóða ykkur velkomin til okkar, senda okkur bara tölupóst. Við tókum 600 myndir og þær eru mjög svona upplýsandi hvað er að koma. Þannig að ykkur bjóðum ykkur bara velkomin, senda okkur tölupóst eða viljið kíkja heim svo til okkur skoða og fara yfir þessar myndir. Það kostar ykkur ekki neitt. En þetta er stóra spurningin, hvað getum við gert? Hvað getum við gert þess að taka á móti þessari samkeppni sem er að koma og það er heilmikið sem við getum gert. Við höfum nú ekki kannski mikinn tíma en fór aðeins inn á þetta áðan, færið viðskiptavina nær ykkur og á hverjum einasta degi á Íslandi, samkvæmt tölum frá Seðlabankanum, erum við að eyða 2,5 milljarði á hverjum einasta degi. Íslendingar að skiptast á vöru og þjónustu við kaupmenn. 400.000 sinnum á dag réttir einhver debitkortið sitt eða kreditkortið fram og fær vöru og þjónustu tilbaka. 400.000 sinnum á dag eru tækifæri til þess að eignast viðskiptavinin. Og við því miður, okkar tilgáta erum vel að svo að það er svona 1% af íslensku fyrirtækjum sem eru raunverulega að reyna þetta. Og þið getið farið í gegnum huga eitthvað núna, bara hver var síðast að reyna að eignast mig? Hvenær keyptuð þið síðast tölvu eða parkett eða ískáp eða hvað sem er? Og einn gæi í sögunni sem gerir þetta rosalega vel, hann Sævar Karl. Því þegar hann var að selja okkur jakkafötin og þau voru komin í pokan og hann búinn að taka greiðslunni, þá voru hann skítsama þessi jakkaföt. Þau voru selt. Hann var strax byrjað að hugsa næstu 8 jakkaföt sem hann ætlaði að reyna að selja okkur yfir næstu ár. Og þetta er hugafarið sem er rosalega fjarverandi hjá Íslendingum því að við erum einhvern veginn öll smituð þessum sjúkdómi, þetta reddast og það er nákvæmlega það sem gerist. Þetta bara rétt reddast. Því að maður skoðar OECD-tölurnar meðal hvað kallast þetta, meðal framleiðni á vinnustund á Íslandi að þá erum við á pari við Grikkland og Ítalíu sem eru frekar lönd sem við viljum frekar ferðast til frekar en að bera okkur saman í þessum OECD-tölum.
því að sölu krafturinn í þjóðinni, hann svo neðarlega, sölu menningin okkar svo léleg. Þannig að við hér í dag, og langar líka til þess að koma með ákveðna áskorun til ykkar sem hóps, tökum saman höndum og hækkum sölumenninguna í landinu og hættum að horfa svona niður á sölufólk. Við eigum að setja brjóstið út og brosa fram inn í viðskiptavininn og eignast hann. Því það er með það hugafar sem við getum tæklað svona gæja eins og Costco. Morgun verða fundir Advania, þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða.